Velkomin í föstudagsþáttinn, kæru áhorfendur, og gleðilegt nýtt ár. Við höldum uppteknum hætti hér í föstudagsþættinum og komum víða við, spjöllum við menn og málefni, og til mín kominn Oddur Ólafsson, yfirlæknir á gjörgæslunni á Akureyri. Velkomin. Þakka fyrir, kærlega. Nú ætlum við aðeins að forvitnast líffæragjafir og þessar breytingar sem urðu áramótin. Já. Getur aðeins svona upplýst okkur? Já, það tóku gildi þessast ný lög áramót, þar sem að það orðið ætlað samþykki fyrir líffæragjöf. Og þetta breyting frá því sem verið hefur. Þar sem áður þurfti fólki að lýsa yfir að myndi vilja gefa líffærin sín. Voru nógu margir sem að lýstu því yfir, eða var þetta svolítið skortur, eða hvernig? Já, það sem sagt, sko, líffæragjöf ákaflega merkileg. Hún mjög eina merkilegur framförin sem orðið hafa í læknisfræðinni. Og þess að það hægt að bjarga mannslífum og lengja líf og auka lífsgæði gífurlega með því að gera þetta. Og þörfin hefur vaxið alveg hreint gríðarlega, en framboðið af líffærum hefur ekki vaxið alveg að sama skapi. Og eru öll líffæri jafn eftirsóknarverð, eða vantar okkur sérstakar tegundir frekar en aðrar? Já, það kannski, ég held að sé nú mest ígrætt af nýrum. Já. Og svo koma önnur líffæri á eftir, þannig að það orðið mjög algeng aðgerð og mjög margir sem ganga með ígrætt nýra. Það kannski meira mál með líffæri eins og lungu eða hjarta. Getum við bara grætt öll líffæri, eða eitthvað sem ennþá verið að ströggla við? Hvernig staðan? Já, það nú kannski svona margt fyrir reynt, en svona þegar við tölum þetta, það sem algengt verið að gera, það þá hjarta, lungu, nýru, lifur, bris og eftir smáþarmar. En það svona algengast nýrun. Svo líka jafnvel augu, eða? Já, hornhinna eða augu, já. Þetta svolítið magna. Þetta alveg magnað. Nú var náttúrulega skaupið nýafstaðið og þar var aðeins verið að deila á blóðgjafareglurnar. Þær eitthvað líka aðeins að breytast. Já, það verið að hugsa það, sem sagt hvort að hámar megi gefa blóð, en til dæmis það ekki frábendingi sjálfsög fyrir líffæragjöf. Nei, þetta alveg óskilt, því að þó ég megi ekki gefa blóð, þá má ég mögulega gefa líffæri. Já, það sem sagt, auðvitað frambúðið mjög takmarkað á líffærum. Já. Og það hafa verið frábendingar, eins og til dæmis að vera með illkynja sjúkdóm, vera með krabbamein eða illkynja blóðsjúkdóm, eða vera smittaður af HIV eða lifrarbólgu, eða vera í virkri eiturlyfjaneyslu. En sko jafnvel þetta, og áður hefur kannski aldurstakmark, en jafnvel þetta hefur verið að breytast, og maður kannski segja að staðan sé orðið þannig í dag að líffærateymið í Gautaborg, þeir vilja fá símtalið frá okkur frekar með einhvern sem hugsanlega kemur til greina. Og þeir vilja þá bara fá að leggja sjálfsagt mat á það út frá sögu sjúklings og öllum þeim upplýsingum sem við gefum, hvort að þetta komi til greina eða ekki. Og ég get sagt sér svo að ég meina sjúkdómur eins og lifrarbólga C, þetta var áður hræðilegu sjúkdómur, en nú komin uppbreytingameðferð, þannig að þetta kannski staðan orðin önnur í dag heldur en var áður. Og svo kemur líka til greina að við séum með sjúkling sem kemur til greina sem hefur sögu lifrarbólgu og það getur vel verið þeir sem með mótsvarandi sjúkling. Akkurat, að hann sé með svipu, sama sjúkdóm og geti þegið þetta líffæri. En það sem sagt, það voru sett lög 1991 sem gerðu þetta kleift að nema brott líffæri úr fólki á Íslandi með því að skilgreina heiladauða. Og það hafa sem sagt verið numin brott líffæri úr cirka 100 einstaklingum. Síðan þessi lög voru sett? Síðan þessi lög voru sett og það hafa áreiðanlega cirka 350 nú til góðs af því. Wow. Og Ísland, þetta náttúrulega gífurlega flókið og stórt batteri og mikið utanumhald og við erum of lítil hér til að vera alveg sjálfstæð í þessu, þannig að við erum í samstarfi
Svíana í Gautaborg og í samstarfi við Scandia Transplant og Eurotransplant. Já, því leiti að þetta virka betur ef þú hefur úr fleiri þegum að velja. Að þú færð líffæri, að þá getur valið að gefa líffærin þessi þörfinu mest. Þetta svona eitt pottur þá. Já, og það hafa líffæri hérðan farið til Þýskalands og Bretlands. Og öfugt. Og já, og við njótum góðs á móti að sjúklingar frá Íslandi geta fengið líffæri úr gjöfum frá öðrum löndum. Nú, kannski vitið ekki almennilega viðbröðin við þessum breyttu reglum, en varst að segja mér áðan að umferðin heilsuveru vefinn. Já, ég held að fólk sé að skoða þetta svolítið. Það er stóraukist, þannig að nú getur fólk sem sagt farið inn á heilsuveru, sem vefar á vegum landlæknis og skráða eða vill ekki gefa líffæri og að jafnvel hægt að tilgreina að þú vilt ekki gefa ákveðin líffæri. En síðan það er mjög mikilvægt að taka fram að fólk ræður þessu algjörlega sjálft og það gildir algjörlega líka það sem að ættingjar segja í þessum tilfellum. Að ef einhver ættingi nákominn segir, já, ég tel að viðkomandi hefði ekki viljað gefa úr sér líffæri, þá gildir það algjörlega. En það er kannski rétt að benda fólki á að það er mjög gott að þetta samtal eigi sér stað, kannski við kvöldverðarborðið eða svoleiðis, að fólk taki þessu umræðu og segi bara, já, ég vil bara þið viti það að ef þessi staða kæmi upp, það mig varðar, að þá bara, ég vil að þið viti það að ég myndi algjörlega vilja láta aðra að njóta góðs af því. Já. Og eins ef það væri öfugt og viðkomandi væri ekki búin að skrá sig inn á vefinn. Nákvæmlega. Það vildi ekki gefa. Þannig að það er alls konar möguleikar í stöðinni. Já, og þetta er oft svona sorglegar og dapurlega kringustæður sem geta verið að það er orðið einhver blæðing eða áverki eða sjúkdómi í heila eða hjartastopp eða eitthvað sem verður til þess að þessi staði komin upp og stundum er þetta svona ákveðin huggun fyrir aðstandendur eða getur verið það. Að vita að maður getur hjálpað öðrum. Og við við höfum staðið okkur ágætlega í þessu, Íslendingar, og þetta hefur meira að verið gert hér á Akureyri og Spánverjar hafa verið heimsmeistarar í því að gefa líffæri. Og þar hefur verið ætlað samþykki. En við náðum því meira að segja held ég 2015 að vera heimsmeistarar, að þá er fjöldi líffæragjafa per milljón íbúa og þar vorum við mjög, enn og aftur stóð okkur vel þar. En þannig að það er vonandi að með þessar nýju löggjöf að þá aukist þetta enn frekar. Og forskot okkar sem heimsmeistara, jafnvel, nei. Já, eða við allavega stöndum okkur vel, að við leggjum okkar að mörkum, að því að við vissulega erum líka að þiggja líffæri frá öðrum þjóðum, þannig að þetta er svona eins alþjóðlegt og þverfaglegt samstarf eins og hugsast getur. Og bara svona rétt í lokina, því mér er svo forvitnilegt að heyra, segjum sem svo að núna séu upp á sjúkrahúsinu líffæri til gjafar. Hvað gerist þá? Hvað fyrir í gang? Já, fyrst sjáum við að það sé einhver sem kemur til greina. Það þarf auðvitað að ákveða að viðkomandi sé heila dauður og það er gert með skoðun tveggja lækna og nákvæmni taugaskoðun og fleiri prófum. Og svo er hringt til Gautaborgar, teimi, og teimið ákveður hvort að þeir vilja þiggja líffærin eða ekki. Og ef afverður, þá kemur þota frá Svíþjóð og innanborðs eru 2 skurðlæknar og 2 skurðhjúkrunarfræðingar og hugsanlega 1 svæfingalæknir eftir í hvaða líffæri á að taka. Og á meðan þá býður teimi upp á skurðstofunum á Sjúkrahúsinu Akureyri tilbúið með sjúklinginn. Lögreglan næri teimið út á flugvöll og svo er farið inn á skurðstofu og líffærin eru numin brott og síðan er þeim fyllt aftur beint út á flugvöll og beint upp í vél og þeir fara að fljúga sjálfsögðu beint aftur til Svíþjóðar því að hér þetta er mínútuspursmál til dæmis með hjarta og þar hefur bara kannski 4 til 6 tíma til þess að vera að byrja að koma líffæri aftur. Og í Gautaborg eða hvar sem og í Gautaborg þar býður annað teimi og býður tilbúið og býður bara eftir líffærunum og býður tilbúið með sjúklinginn sofandi inn á skurðstofu
Þetta svo magnað og þetta bara að gerast. Þetta bara af og til að gerast. Þetta gerist af og til, já. Takk fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu og gangi ykkur vel og við hvetjum bara fólk til að kíkja inn á heilsuveruna og taka samtalið í kvöldverðarborðið þannig að allir séu á sömu blaðsíðu. Takk að gæla fyrir. Takk fyrir.